Þá ætlum við að kíkja á þriðja kaflan í bókinni Náttúrulega 3 sem fjallar orku og auðlindir. Hvað er orka? Við notum orku dagstaglega í húsunum okkar, í raftækjunum okkar, bílunum okkar. Orka er á mismunandi formi, hún er misgagnleg. Við getum ekki nýtt í raun hvaða orkuform sem er. En þegar við tölum að búa til orku, búa til dæmis til rafmagn, þá erum við að tala pínu óvarlega. Það er nefnilega ekki hægt að búa til orku. Við getum framleitt orku með því að umbreyta einu form af orku yfir í annað form. Þannig getum við framleitt rafmagn. Við erum ekki að búa það til úr engu. Það er heldur ekki hægt að eyða orku. Klárast ekki batterið á símanum mínum? Klárast ekki batterið á rafmagnsbílnum? Jú, raforkan klárast, en það er af því að hún hefur umbreyst yfir í eitthvað annað. Batterið á símanum, þegar það klárast, þá er raforkan sem var sett í síman þegar ég hlóðan, hún hefur þá umbreyst yfir í varmaorku og ljósorku. Varmaorkan fer svo bara út í loftið. Hún verður ekki kjur við síman. En varmaorkan er orka sem ég nota ekki mikið. Við notum varmaorku til þess að hita upp húsin okkar og hafa hlýtt inni hjá okkur eða hlýtt inni í bíl. En að öðru leyti erum við ekki að nýta varmaorku sem fer til dæmis út úr símanum okkar. Þannig að við getum eingöngu breytt úr einu formi yfir í annað. Og við skulum skoða aðeins hvaða form þetta geta verið. Þetta eru efnaorka sem er til dæmis orka sem við fáum úr mat, fjaðurorka í gormum og fjöðurum og svona einhverju sem við spennum og sleppum og þá losnar orkan aftur. Kjarnorka er orka í frumeindum sem er hægt að kljúfa og þannig losnar orka eins og í kjarnorkuverum. Stöðuorka, þegar við flytjum hluti upp. Geislunarorka er rafsegulorka, til dæmis frá sólinni. Margir hlutir gefa frá sér geislunarorku en yfirleitt það litla, við getum ekkert nýtt hana. Getum nýtt orku frá sólinni. Varmaorka sem er orka bundin í formi hita, til dæmis í heitu vatni. Hreyfiorka, þegar eitthvað hreyfist og við getum mögulega nýtt orkuna eins og í vatni eða vindi sem er að færast til. Hljóðorka er orka sem best með hljóðum og til dæmis frá hátölurum. Og síðan raforkan sem við notum sennilega hvað mest af þessu svona allavega á fjölbreyttastan hátt. Við skulum skoða svo hvert orkuform fyrir sig svolítið betur. Hreyfiorka er orka sem hlutur býr yfir vegna hreyfingar. Það er að segja, það er búið að eyða orku í að flytja hlutin eitthvert og þá getur hann færst tilbaka. Ef ég tek bolta, fer með hann upp á hól og þá getur hann rúllað niður. Ef að boltin er niðri þá rúllar hann ekkert af því að ég þarf að búa til í raun stöðuorku fyrst með því að færa hann upp. Vatnsaflið, þá fer vatnið upp með orku frá sólinni, það gufar upp út af hita frá sólinni, fer upp í fjöllin, það rignir og svo lekur vatnið niður aftur. Það er raun þá hreyfiorkan á vatninu. Því að þegar við búum til rafmagn í svona vatnsaflsvirkjunum, við meiri hlutin af rafmagninu sem búin til Íslandi búin til með vatnsaflsvirkjunum, þó þetta sé ekki mynd frá Íslandi, að þá er það vatnið sem að snýr hjólum sem að búa svo til rafmagn úr þeirri orku eða umbreyta hreyfiorkun á vatninu yfir í raforku. Saman með vindinn, hann fær orkuna sína er í raun bara munur á loftþrýstingi og milli svæða sem býr til vindinn, en það er út af orku frá sólinni sem að þessi þrýstingsmunur verður til. Þannig að vatnsorka og vindorka á uppruna sinn í sólinni, en við getum notað þessa hreyfiorku til þess að umbreyta yfir í raforku. Þegar við erum svo búin að búa til raforkuna, getum við notað hana til þess að umbreyta yfir í hreyfiorku, til þess að koma okkur áfram eins og rafbílum eða rafhlaupahjólum. Þannig að við notum hreyfiorku á fleiri en einn veg. Efnaorka er orka sem er bundin í sameindum út af efnatengjum sem að þarf svo að klippa í sundur og þannig losnar orka. Þetta er til dæmis bara í matnum sem við borðum. Líkaminn brýtur matinn niður í litlar einingar í meltingarkerfunum
flytur það svo út í frumurnar þar sem að frumurnar brenna matnum og fá orku, búa til svo kallar ATP-einingar og þannig fáum við orku. Bílar sem að keyra á dísilolíu eða bensíni nota líka efnatengin í olíunni. Þegar þetta er brennt og þá losna þessi efnatengi, verða til ný efni en það verður líka til orka. Við mælum orku í kaloríum í mat en almennt orka mæld í einingu sem heitir júl. Stöðuorka eins og ég lýsti áðan þegar við erum búin að flytja hlut eitthvað upp. Ef ég held á einhverju og læt það detta, þá fellur það niður út á þyngdarafli og þá losnar þessi stöðuorka þegar ég flutti hlutinu upp, þangað til að dettur og þá umbreytist stöðuorkan í hreyfiorku. Eftir því sem hluturinn þyngri, þá kostar meiri orku að lyfta honum upp, en þá verður líka til meiri stöðuorka og meiri hreyfiorka. Við getum hugsað þetta þannig og eftir því sem ég lyfti hærra, þá myndast líka meiri stöðuorka og þá getur það umbreyst yfir í meiri hreyfiorku. Getum hugsað þetta þannig, hvað ég tilbúin að fá þungan hlut á tærnar á mér? Jú, ég meiði mig meira því það meiri orka. Þegar hann rúlar niður, eins og ég sagði að við rennum á hjólabretti niður brekku, að þá þessi stöðuorka umbreytast yfir í hreyfiorku. Þannig að það hæðin og massin á hlutnum sem að stjórnar því hvað þessi stöðuorka verður mikil og getur þá umbreyst yfir í mikla hreyfiorku þegar hann fer af stað. Hvort sem hann rúlar niður brekku eða dettur bara niður í lausu lofti. Fjaðurorka þegar við pressum saman gorm eða spennum upp fjöður. Við erum ekki að tala um fuglafjaðrir hérna, heldur meira svona fjaðrir í hlutum sem eru notað til að skjóta eitthvað áfram. Þá notuð orka til þess að pressa þennan hlut saman eins og gorminn. Gormurinn geymir orkuna og getur spýtt henni upp aftur, bara eins og kengúruprikk.